Hér erum við Jón Inga Baldursson, yfirþjálfari yngri flokka í körfubolta. Jón Ingi, þú varst ráðinn yfirþjálfari yngri flokka núna á haustdögum. Þetta nú eiginlega bara nýlunda hérna í körfuboltanum Akureyrar að vera með starfandi yfirþjálfara. Hvernig leggst jobbið í Jón Inga? Það leggst bara mjög vel í mig. Þetta búið að vera bara frábær byrjun hjá okkur og já, og góð viðbót við þetta góða starf sem hefur verið unnið hérna undanfarin ár. Og já. Það ekki víst að það séu margir sem að kveikja á andlitinu af yngra fólki, en þú varst nú hérna, fórst upp í gegnum yngri flokkastarfi í körfuboltanum og varst viðloðandi lengi. Svo hleyptir heim dragun og pröfar að vinna annar staðar, en hvernig að vera komin heim? Það náttúrulega alltaf gott að koma heim. Það er bara þannig, bara magnað. Sem hvernig byrjar vertíðin, ef við köllum þetta sem vertíðin, hvernig byrjar starfið á haustum? Lítur þetta ekki vel út? Jú, þetta lítur bara þokkalega út og ég hugsa að við náum að fjölga eitthvað núna, en það kemur svo sem betur í ljós núna þegar skráningar koma inn. Þessar síðustu skráningar, það náttúrulega þó nokkur búnir að skrá, en það má alltaf gera betur. Og þetta er auðvitað alltaf þannig að kannski að fyrstu 2 mánuðin eitthvað svoleiðis, þá þeir fara í það að krakkarnir fara að finna sig hvað alltaf enda. Já, og en það er náttúrulega að gera fyrir krakkana að æfa sem flestar íþróttir og það er bara einhver grunninn og er bara gott fyrir þau. En ég hvet allir til að koma í körfubolta, þetta er frábær íþrótt. Sem ekki æfingar, þær fara að langstærstum hluta fram í Glerárskóla, eitthvað í Síðuskóla og svo eiginlega annan ári í röð sem að við erum komin á nýja slóður. Upp í Naustaskóla, það ekki bara hið besta mál? Jú, að sjálfsögðum og okkur vantar alltaf æfingatíma og við tökum það bara það sem við getum fengið á. Og það náttúrulega eru börn í Naustahverfinu sem að hafa áhuga á körfubolta? Já, sjálfsögðu. Og bara þægilegt fyrir þau að geta sótt æfingar þar líka. Já, talandi æfingatíma hjá krökkum í húsum og allt þetta, hversu mikið og oft æfa krakkar körfubolta í dag? Já, þau eru að æfa 3 til 4 sinnum með sínum þjálfurum og svo erum við farin að bjóða upp á tækniæfingar. Og það er hann Larry sem hefur tekið þær að sér og hann er á 3. og 5. dögum með tækniæfingar upp í Íþróttahöll frá 3 til 4 og svo er það Körfubolta Akademían sem eru morgunæfingar fyrir 12 til 20 ára þar sem krakkar geta mætt 3 í viku, 3. miðvikudag og 5. upp í Íþróttahöll og það er Hlynur Friðriks sem tekur á móti þeim og stýrir æfingum og þetta þá 8-9 æfingar sem í boði fyrir krakkana. Það er mjög vel gert. Er þetta þokkalega sótt? Já, þetta er þokkalega sótt og eiginlega bara mjög vel sótt. Það er náttúrulega kannski erfitt fyrir sum unglinga að vakna klukkan fyrir allar aldir og hálf 7 kannski sem þau þurfa að vakna og drífa sig á æfingu. En ég meina það er bara harkan og frábært að þetta sé í boði. Það er náttúrulega þessi krakkar kannski vita það og það er kannski að kenna það líka, æfingi skapa meistarann og þetta er auðvitað líka bara kennir svona kannski að aga sig pínu, fara fyrir að sofa. Já, nákvæmlega og þetta hefur líka sýnt sig að bara svona fyrir foreldrana sem eru að horfa að þeir krakkar sem æfa mikið að þeim gengur oftast betur í námi. Þau þurfa að skipuleggja sig meira og þau hafa meiri orku af því þau eru vantarlega í góðu formi og hausinn er skýr. En segir mér svona varandi þetta, hvaða aldurshópar þetta sem eru í boði að mæta á tækniæfingar eins og hjá Larry Thomas? Það í rauninni allur aldur sem velkominn. Þannig auglýstur eða var lagt upp með það að það væri sem sagt 7. flokkur og upp úr. En svo fóru strákarnir mínir í minniboltanum að biðja það að fá að fara á æfingar og ég sagði bara að það væri ekkert mál og þeir hafa verið að mæta og allir glaðir bara. En væntanlega aðalega unglingarnir sem að koma á morgnana, það kannski ekki alveg yngstu krakkarnir sem að mæta í það? Nei, það unglingarnir, já. Þessir sem eru svona orðnir aðeins sjálfstæðari og ekki hræddir við myrkrið á morgnana. En þetta eru æfingar sem að koma klárlega til með að skila sér þegar frá líður.
Alveg klárlega, ég meina, auka æfingin, það er bara það sem að gildir. Æfa meir en hinn og þá vonandi verður betri. Þetta var ekki búið þegar þú varst í yngri flokkunum? Ó nei, alls ekki. Hvernig gengur að ráða þjálfara í yngri flokkastarfi? Hvernig erum við settar? Erum við í góðum málum? Já, við erum í bara betri málum heldur en fyrst í haust. Við höfum fengið núna 2 sterka þjálfara inn og búin að létta þá álagið á hinum sem voru kannski með 3 flokka, sem er mjög mikið. Og þannig að það er svona, þá ílengjast þeir frekar, þeir sem voru með mikið álag og eru bara núna í svona þægilegum málum með 1-2 flokka og hinir koma og taka við hinum. Og en við auglýstum sem sagt eftir þjálfurum og þeir birtust og það var bara magnað. Hvernig er menntunarstig svona almennt hjá okkur í körfuboltanum? Erum við með þokkalega menntaða þjálfara? Við erum með ágætlega menntaða þjálfara en við þurfum að gera betur og það er einmitt þar sem ég kem inn og ég þarf náttúrulega að mennta sjálfa mig líka. En þetta er eitthvað sem við hjá klúbbnum erum að taka föstum höndum og viljum að þjálfararnir okkar sæki sér menntun til að þjálfurinn verði faglegri og betri. Og það kannski náttúrulega, ef við bara það sem snýr að þér, það er ekki bara þetta, heldur líka þetta nú er körfuboltadeildin eins og allar aðrar deildir inn á Þórs fyrirmyndafélag, þannig að það þarf að fylgja því eftir að menn séu að fara eftir handbókinni. Já, við þurfum bara alltaf að reyna að gera betur og fylgja þessum reglum sem eru settar og reyna, eins og segi, bara gera þetta eins og vel og við getum, það er málið. Sem Jón ekki, þetta er oft baráttan hjá liðum á landsbyggðinni að ná í fjölliðamót eða turneringar eins og við kallum. Hvernig gengur það í vetur? Erum við að fá fjölliðamót hérna heima? Já, við erum búin að fá fjölliðamót núna fyrir alla flokka að ég held, nema kannski 2, bara núna í október og síðasta mótið er núna í 10. nóvember. Það er 9. flokkur stúlkna, A-riðill sem kemur hérna í Glerárskóla. En það gengur bara vel, en helsta hindrunin þar er húsnæði og Glerárskóli og KK ég er ekki hrifið af gólfinu sem er þar og vill fá parkett og við erum svona eiginlega á hálfgerðri undanþágu með skólan. Já, varandi Glerárskóla, nú er náttúrulega þetta hús búið að þjóna lengi og sem er kallað Mekka körfubolta, en þetta er náttúrulega hús sem komið til ára sinna og sannarlega komið tími á endurnýjun. Já, alveg klárlega og gólfið er mjög hart, körfurnar gamlar og það eru tréspjöld, maður sér ekki tréspjöld í íþróttahúsum í dag nema í Glerárskóla og svo einstaka sveitaskóla held ég. En það er komið tími á það að húsið verið tekið í gegn. En nú er manni sagt að endurnýjun á því húsi sé komið á tekniborð hjá Akureyrarbæ og sé búið að kaupa gólfið og fleira og núna sé verið að hanna nýja lýsingu og loftræstingu og fleira, þannig að það er bjart framundan. Alveg klárlega og við hlökkum bara mikið til þegar þetta verður yfirstaðið. Þannig að þá er Glerárskóla húsi komið aftur í fremstu röð, þó lítið sé. Já, það er náttúrulega alltaf í fremstu röð en það verður bara betra, það verður mjög gott. Sem Jón ekki, daginn, maður hefur séð eins og núna verið að fyrir leik hjá strákunum voru krakkar að leiðin á völl og svo í síðasta heimaleik var 7. flokkur hitað upp fyrir fjölliðamót með því að spila hálfleik. Er þetta eitthvað sem koma skal í vetur að við förum að sjá krakkana svona meira á meistaraflokksleikjum og jafnvel leið inn á og spila hálfleik og gera eitthvað? Já, alveg klárlega. Þau höfðu mjög gaman að þessu og þetta skapaði flotta stemmingu og þetta líka dregur mamma og pappa á völlinn og er bara skemmtilegt. Og maður sá það líka til dæmis daginn þar sem 7. flokkur var að spila hálfleik að þetta svona fólki sem var að horfa á meistaraflokkinn, það hafði gaman af þessu, þetta gleður. Já, þetta var mjög skemmtilegt og þeir stóðu svo vel strákarnir og þeir voru nú pínu stressaðir og en þetta var bara flott, mjög gott. Fyrir þá er þetta náttúrulega eins og þessu konur á stóra sviðið. Já, alveg klárlega. Fékkst þú upplifa svona þegar þú varst í yngri flokkum? Ekki svo í muni, nei.
Nei. En þetta eitthvað sem að við hefum kannski eftir að sjá oftar í vetur. Já, við bara stefnum á því. En hvað segir yfir þjálfarinn? Eitthvað sérstakt svona sem að við þurfum að bæta okkur í eða gera betur í íþróttinni svona ef við horfum á sérstaklega yngri flokkana? Það náttúrulega þetta menntunarstig þjálfara. Við þurfum að verða svolítið strangir þar. Við þurfum að krefja þjálfaran okkar það að fara á námskeið og ná sér í réttindi. Og það er svona fyrst og fremst það. Og svo náttúrulega vill maður alltaf meira, maður vill fleiri æfingatíma og maður vill alltaf bara fleiri iðkendur og allt það, en þetta það sem við getum svo sem stýrt hvað best og náttúrulega ef að starfið gott þá vonandi koma fleiri iðkendur. En það kannski ekki á hendi við þjálfara yngri flokka, en það ekki líka þannig að við þurfum að vera öflugri eða duglegri í að svona beina okkar iðkendum í að sækja sér menntun eða fara í dómarastarfi líka, og svo til dæmis sé að þetta orðið heilmikið mál, þessi startarar sem eru á öllum meistaraflokksleikjum og mér skilst að nú séu við konum með Akureyringar, séu við konum með einn alþjóðlegan startara, þannig að Guðbjörgu, þó þessi ekki alveg orðið, hún sé ekki komið í bréfi í hendurnar, en þetta eitthvað sem við þurfum að vanda okkur meira við. Jú, bara eins og segir, reyna að bæta okkur allstaðar og þó dómarastéttin sé nú kannski, það kannski ekki droslega vinsælt og sexy að fara í dómgæslu, dómarar eru sjaldnast mjög vinsælir, en ég bara, ef þú hefur áhuga á því að bara að gera, þá er allir að gera það. En þetta nú auðvitað, þannig með þess að blessa dómar auðvitað verður við að líta á þannig að þeir eru bara hluti af leiknum og eins og var í gamla daga, menn voru svona mikið hagnaðast út í þetta, þýðir ekki, við erum að hafa bara góða. Já, ég meina mannleg mistök eru partur af leiknum og það er bara meira gaman þannig. Já, bara kannski rétt eins og mannleg mistök þegar leikmenn gera mistök og það verður að fyrirgefa þeim það líka. Já, sjálfsögðu. En Jón, þú bjartsýnn á framhaldi? Já, ég er mjög bjartsýnn og það er skemmtileg helgi framundan hjá okkur núna. Við erum að fara á Sambíómóti með yfir 20 krakka í Grafavogin og það er 8 til 9 ára strákar og svo minnibolti 10 og 11 ára strákar og stelpur og þetta verður æðislegt. Það er fjör. Já, ég meina þetta er eitt af flottustu mótum á landinu og þau eru bara titra spenningi í krakkarnir sko. Og næsta tónleik heima, hún segir að sé fyrsta önnur helgin í nóvember. Já, það er önnur helgin í nóvember, 9. flokkur stúlkna, Ariðill og það er bara hörkulið sem við erum með þar. Af því við nefnum stelpur, ég get ekki slepptur að spyrja út í nú það hefur gengið illa í gegnum árin að fjölga kvennamegin. Hvernig er staðan þar í dag? Erum við að vinna fleiri iðkendur þar? Já, já og nei. Við erum með ljót göt í töflunni hjá okkur eins og það er engin 7. flokkur og í rauninni engin 8. flokkur heldur sem er bara mjög leiðilegt. En við erum með sterkan 9. flokk og svo er 10. flokkur, þar er hún Karen og hún er bara ein þar og hún spilar með Tindastóli í 10. flokki og svo náttúrulega meistaraflokki hjá okkur. En svo höfum við verið að setja smá meiri áherslu á yngstu stelpunar og þær fengu fyrsta skipti sér æfingatíma hjá okkur. Þær voru alltaf að æfa með strákunum og það er svona mín reynsla að stelpur eru ekkert voðalega hrifnar af því að æfa með strákunum. Og þær byrjuðu 3 eða 4 núna í haust og þær eru orðnar 9 og allar að fara á mótið helgina og þetta er hrikalega skemmtilegur hópur. Þannig að þetta er á réttri leið og þetta kemur þó hægt gangi? Já, og þetta skal bara koma. Við stelpur geta alveg spilað körfubolta eins og hvað annað sko og þetta er bara æðislegt. Og Róm var ekki byggð á einni nóttu? Nei, það segir þér. Jón Ingi, takk fyrir spjalli og ég sé bara gangið ykkur vel. Já, takk.